Þá tekur til máls 84. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir, og beinir fyrirspurn til hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra. Herra forseti. Í tilefni af framkominni fjármálaáætlun, sem það stefnuplagg sem helst sýnir á spil ríkisstjórnarinnar, mætti hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson í Kastljós og fór yfir sviðið. Það sem ég vil gera hér að umræðuefni eru orð hans kjör eldri borgara. Hæstv. ráðherra sagði, með leyfi forseta, að bætur, og átti þá væntanlega við lífeyri eldri borgara, hefðu verið á tímum þeirra Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar í ríkisstjórn rétt innan við 200.000 á mánuði, en hefðu þær nú hækkað upp í 300.000 krónur. Sagði hann 300.000 krónur í sjálfur sér ekki háa framfærslu á mánuði fyrir nokkurn mann, en að þetta væru, svo áfram sé vitnað í hæstv. ráðherra, lágmarksbætur sem hefðu gjörbreyst á hans vakt. Klykkti hann svo út með því að segja að stjórnvöld hefðu sett allt umfram fé ríkissjóðs í þessa málaflokka undanfarin ár. Herra forseti, ég veit ekki hvort á að hlæja eða gráta yfir þessari fjölmiðla innkomu hæstv. ráðherra. Þarna leyfði hann sér að fullyrða að búið væri að hækka lágmarksellilífeyri upp í 300.000 krónur, þegar hið rétta að lágmarkslífeyrir eldri borgara hvorki meira né minna en 239.484 krónur. 240.000 krónur tæplega, herra forseti. Líklega munar hæstv. ráðherra lítið 60.000 krónur til eða frá, en þegar að ræða fjórðung af ráðstöfunarfé, þá vægast sagt ótrúlegt ábyrgðarleysi af fulltrúa ríkisstjórnarinnar, sem fer með fjárveitingarvaldið, að skella þessu fram með þessum hætti. En varla var það ætlunin hans að fara með ósannindi, heldur mögulega ruglaðist hann bara smá. Og þess vegna vil ég spyrja hæstv. ráðherra, má vera að loksins sé farið að hylla undir þá kjarabót sem eldri borgurum þessa lands hefur verið marglofað meðal annars af Sjálfstæðisflokknum? Mega eldri borgarar búast við að ráðherrann ætli sér nú fyrir þinglok að leggja fram áætlun að leiðrétta kjör þessa hóps svo að lágmarkslífeyrir nái þessum 300.000 krónum sem hann sagði að væru í sjálfu sér ekki há framfærsla fyrir nokkurn mann? Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson óundirbúinni fyrirspurn. Forseti, hér augljóslega verið að reyna að snúa út úr vegna þess að þegar að tekið tillit til heimilisuppbótar þá eru þessar sömu bætur einmitt 300.000 og það snerist öll umræðan hér á Alþingi haustið 2016 og það duldist engum manni sem að hér var þá þátttakandi í umræðunni eða hefur fylgst með frá þeim tíma hversu ótrúlega miklar kjarabætur það voru borið saman við þau kjör sem að þessi sömu hópar þurftu að sæta, meðal annars í tíma Samfylkingarinnar í ríkisstjórn. Þegar að hámarksbæturnar og þessar sem að hv. þingmaður er að vísa til voru langt fyrir neðan 200.000 krónur á mánuði. Og þegar hv. þingmaður sem að hv. ráðherra sem þá var birti hér framfærsluviðmið, þá var nú aldeilis uppi fótur og fit hér í þinginu vegna þess að þau voru svo mikla óravegu frá þeim bótum sem að almannatryggingar tryggðu þeim sömu skjólstæðingum og þar var verið að tala til. Staðreynd málsins sú, ef við skoðum framlög á fjárlögum til almannatrygginga yfir þann tíma sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í ríkisstjórn, þá blasir við mjög skýr mynd. Hún alger forgangsröðun í þágu þeirra sem að fá bætur frá almannatryggingum, hvort sem lífeyrisþegar eða aðrir þeir sem til dæmis eru þá að þiggja örorkulífeyri. Vegna þess að bæturnar hafa á skömmum tíma farið úr 80 milljörðum samtals og stefna samkvæmt nýrri fjármálaáætlun yfir 160 milljarða á ári. Þetta skýr forgangsröðun, hún hefur skilað sér í gríðarlega auknum kaupmætti, en eins og ég tók fram í umræddum þætti, þá verðum við að halda áfram að gera betur. En til þess, þá þurfum við aftur að skapa meiri verðmæti, vegna þess að ef að þessi þróun heldur áfram, að þá verður ekki innistæða. Það ekki innistæða fyrir því í ríkisfjármálunum að bæta jafn miklu við á þessum sviðum ár hvert eins og við höfum verið að gera undanfarin ár. Því miður, það bara staðan. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Já, herra forseti, ég þakka ráðherra fyrir að hafa minnt á það þegar Samfylkingin kom hér og reyndi að taka til eftir óráðsíu Sjálfstæðisflokksins undanfarna áratugi í búskapnum hér á Alþingi.
og í ríkisrekstri, af því að það var það sem að Samfylkingin reyndi að gera þau 4 ár sem að hæstv. Ráðherra hamaðist hér í stjórnarandstöðu gegn öllum góðum verkum við tiltektina. Það var mjög gott. En hér var spurt um það hvers vegna var verið að segja ósatt í Kastljósþætti Ríkissjónvarpsins þegar fullyrt var að lágmarkslífeyrir væru 300.000 kr. Heimilisuppbótin er eingöngu fyrir 1 af hverjum 4 sem að fá þennan lífeyri. 1 af hverjum 4. Það er ekki lágmarkslífeyrir. Það er heimilisuppbót sem er til viðbótar fyrir einungis 1/4 af þeim sem fá þennan lífeyri. Hvernig stendur það á því að sá sem fer hér með fjárveitingavaldið lætur eins og þetta sé eitthvað sem að allir fá? Þetta er bara ósatt, herra forseti. Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson öðru sinni. Forseti, ég myndi glaður taka tíma í það að fara yfir stöðuna eins og Samfylkingin skildi við hann á sínum tíma. Það væri, held ég, fyrir margar hlutasakir mjög áhugavert. Ef að hv. þingmaður vill fara út í það, þá getum við gert það. En við lögðum á það áherslu og settum það í forgang sumarið 2013 að afnema skerðingar sem hefðu verið leiddar yfir þessa hópa. Til samanburðar við 300.000 krónurnar í þessum umrædda þætti, þá nefndi ég aðra tölu sem að setur hlutin í rétt samhengi og það verður þá að taka hana þá með í reikninginn til samanburðar. Þetta er bara ósköp einfaldlega þannig að umræðan hefur snúist um það að teknu tilliti til heimilisuppbótar sem sannarlega gengur eingöngu til þeirra sem búa einir og er viðurkenning á því að það er kostnaðarsamara að halda úti heimili ef maður er einn í heimili en borið saman við það að deila því með öðrum, að þá kemur þessi heimilisuppbót og hana og að teknu tilliti til hennar hefur öll umræðan 300.000 krónurnar staðið í mörg ár og ég hélt að væri ekki nein ný tíðindi sem þyrfti að fara að útskýra hér í þessum sal þar sem umræðan á uppruna sinn.